Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þættinum förum við í löndun úr frystitogara í Grindavíkurhöfn, en við byrjum þáttinn með Kjartani Má Kjartanssyni, bæjarstjóra Reykjanesbæjar, sem jú eitt mest vaxandi sveitafélag á Íslandi. Jæja, Kjartan Már, tókstu við hérna og labbaðir hérna inn í þessa stofnun, Reykjanesbæ, fyrir 8 árum síðan og tókstu við sem bæjarstjóri. Já. Og það var náttúrulega ekki mjög glæsileg staða í bæjarfélaginu á þessum tíma. Nei, það átt að vísa til fjárhagsstöðunnar. Það var margt gott í bæjarfélaginu. Fjárhagsstaða sveitarfélagsins var snúin. Og við fórum í það, stjórnendur, ég og aðrir stjórnendur, ásamt bæjarstjórn, sem var einhuga, samstillt á þeim tíma, í að snúa þessu við. Hvernig gekk það? Það gekk ótrúlega vel. Og við erum á fínu stað í dag. Og þar munaði þessa samstöðu bæjarstjórn og náttúrulega skilningur íbúanna líka. Ég held að við allir átt að sjá því að það varð að vinna bæði skipulega og róttækt í málinu. Og það virkaði. Þið þurftu að setja á öll hæstu gjöld í flestu á íbúana og þið höfðu ekki mikla peninga til að framkvæma og hvað, fór þinn mesti tími bara í að hugsa fjármál? Já. Fundum með eftirlitsnefnd og svo framvegis? Já, og viðræði við kröfuhafa og allt þetta dótari. Ég held þú veist, ég er ekki að ljúga, ég segja 90% af tímanum og orkunni, ekki bara minni, heldur allra, fór í þetta á þessum tíma, í 4 ár. Og ekki er kannski mjög skemmtilegt? Jú, sko, hvað er skemmtilegt? Bara áskorun og maður vel þessu viðhorf, sko. Ég þóttist svona að vita sirka út í hvað ég var að fara. Því ég sótt starfið. Ég er ekki í pólitík, ég er bara sótt og var ráðinn. Og ég þóttist vita í hvað ég var að fara og ég var búinn að velja með það viðhorf að bara hafa gaman að þessu, sko. En þið réttuðu kútnum? Já. Hvað var það sem hjálpaði til í því? Það voru bara alls konar aðgerðir sem við fórum í. Við fórum í mikla hagræðinga aðgerðir, þannig að við lækkuðum kostnað, við jukum tekjur, við fengum leyfi hjá ráðuneyti sveitarstjórnarmála í gegnum eftirlitsnefnd með fjármálasveitarfélaga til þess að hækka álögur. Þannig að við jukum tekjur, lækkuðum kostnað og sýndum bara svona mikið aðhald í rekstri og öllu. Þannig að þetta gekk bara vel. Og svo náttúrulega sömdum við kröfuhafana líka. Við fengum svona breytingar á lánum og slíkt sem hjálpaði okkur. Það var svona talsvert talað það, veit ég svona aðeins baksins, hvernig var að eiga við kröfuhafa, lífeyrissjóði fullt af lánveitendum Reykjanesbæjar. Og núna áttir Reykjanesbæjar erfitt. Segðu okkur svona í trúnaði bara, eða svona okkar á milli. Við setjum þetta aðeins út. Já. Fannst þið stundum vanta upp á að þeir væru aðeins mýkri við, skilningsríkari, gefið lægri vexti, lækkuðu lánin, eitthvað? Auðvitað fannst okkur það á þessum tíma, en þeir höfðu bara mikilvæga hagsmuni að verja líka. Þetta eru lífeyrissjóðir, þetta er fólk sem að vinna og fjárfesta með peninga almennings og þeim bar bara samkvæmt lögum að verja þetta alveg út í eitt og þeir gerðu það mjög vel. Ég get ekki tekið það af þeim, þeir gerðu það mjög vel. Hvað tók þetta svona langan tíma? Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hintaði færu niður í 150% skulda, viðmið heitir það. Já. Og þið voruð í yfir 200 þegar þú gengur hérna inn á skrifstofuna. 237% var það í árslok 2014. Og þetta tók allt kjörtímabilið að klára þessa samninga og við vorum búin áramótin 2017-18 var þetta klárt. Og þá skuldaviðmiðið fyrir að lækka talsvert. En núna í dag, 2022, síðustu áramót, árslok 2021, er þetta í einhverjum 123%.
svoleiðis. Hver var lykillinn að því að þetta náðist? Það er hljóta að vera nokkur atriði. Já, það er samstaða. Ekki bara samningar við Nei, og það er þetta að við tekjur jukust, þegar íbúafjölgunin var svo mikil hjá okkur, þannig að tekjur sveitarfélagsins jukust, við gátum samið skuldir og fengið frest og lækkun á þeim. Það var mikil samstaða, það hefði verið mjög auðvelt fyrir bæjarfulltrúa að vera á móti og svona, þá hefði farið mikil orka í það, en það var samstaða og skilningur bæjarbúa, þetta hjálpaðist alltaf. Það er ekkert eitt sem að ég vil svona hengja þetta á, heldur er þetta mörg atriði sem betur hefur gengið upp. Að við erum komin hérna við flugstöðina og þú varst að ræða íbúafjölgun, eiginlega fordæmalausa íbúafjölgun í einu sveitarfélagi, svona allan af stærðgerðinni. Og hver er ástæðan fyrir því að þessi mikla íbúafjölgun hefur verið? Sko, á tímabilinu frá 2014 til ásloka núna síðast, 2021, þá hefur íbúum fjölgað 35% á þessum tíma. Þetta eru á 17.000 manns sem hafa bæst við hérna inn í samfélagið Reykjanesbæ. Ástæðan er fyrst og fremst mikil atvinna á þessum fyrri hluta þessa tímabils, þó að síðan hefði orðið erfitt á síðari hlutanum í kjölfar heimsfaraldurs og það allt. En fyrst og fremst var þetta fólk sem var að flytjast hingað út af vinnu, en líka því að það var hægt að fá hér húsnæði á hagstæðu verði í samanburði við höfuðborgarsvæðið. Það kom náttúrulega smá bakslagur hérna fyrir 2019 fellur Vá og atvinnustigið fer niður tæpu ári síðar dettum við inn í heimsfaraldur. Hvernig hefur verið að reka sveitarfélag á þessum tíma? Sko, atvinnustigið fór niður atvinnuleysi fór í 26% eða ekki? Auðvitað var það erfitt, ekki bara svona rekstrarlega, heldur líka bara fann maður til með öllu fólkinu sem var atvinnulaust og búið að missa lífsviðurværið og það var mjög erfiður tími. Sem betur fer þetta að snúast í rétta átt núna. En í upphafi kjörtímabilsins sem nú er að ljúka, 2018 var allt í blóma hérna. Þá var þessi operasjón hér í flugstöðinni, í flugi, millilandaflugi, þetta var allt á flegi ferð. Svo bara byrjar hérna síðan hluta 2018 fer Vá að draga saman og enda svo með gjaldþroti í mars 2019. Kemur eins og þú segir heimsfaraldur 2020 og svo eldgos 2021 og þetta einhvern veginn, botninn fór mjög fljótt úr þessu. Þetta var mjög erfiður tími, jarðhræringar og þú veist maður þurfti að skipta fókus og almannavarnir og allt þetta dót. En nú erum við að pikka upp aftur, þannig að ég held að þetta hafi bara verið ágætur skóli og sérstaklega COVID, þú veist, það var ekki allt slæmt við það því að það ýtti okkur út í að gera hluti bara í stafrænni þróun og fjarfundatækni og öllu þessu. Ýtti þessu kerfi bara neytt okkur til þess að taka ákveðin skref í það átt sem hafði verið í undirbúningi en alltaf hægt á þeim tíma. Og það í þessari miklu fjölgun hefur komið mikið af ungu fólki eða ekki inn í sveitarfélagið og þið eru með mikið af ungu menntuðu fólki núna hjá Reykjanesbæ í vinnu, þannig að hvert er þeirra viðhorf til þessara mála? Já, þau eru öll þarna, það er mikill munur á kynslóðunum sem eru, segjum komin yfir miðjan aldur og svo unga fólkinu á bara væntingum og viðhorfi til starfa. En svo erum við líka ungt samfélag, við erum með mjög mikið af fólki, svona yngra fólki sem er með börn á leikskólaaldri og grunnskólaaldri og það á jafnt við Íslendingana sem og erlenda vinnuafli sem eru að koma. Það er líka með börn á skólaaldri og það fylgja því miklar áskoranir líka. En talandi flugstöðuna sem er langstæsti vinnuveitandinn hérna. Þið hefur verið að ræða það í bæjarstjórninni að svona einn af veikleikum svæðisins kannski sé kannski of einhæft atvinnulíf. Hvaða ráð eru í því? Já, sko, það er svolítið okkar, hefur verið svolítið okkar, hvað ég segja, hlutskipti. Ég meina, þetta var mikið sjávarútvegssvæði í Suðurnesjum hérna á mjög síðustu öld. Og svo var varnarliðið gríðarlega stór vinnuveitandi. Svo fer hann og fer varnarliðið og þá er það náttúrulega áfall. Svo flugvöllurinn er núna talið vera uppspretta næstum því helmings allra efnahagsumsvifa á svæðinu, beint eða óbeint.
og þegar hann svo gott sem lokar hérna út af heimsfaraldrinum og þá náttúrulega hittir það okkur mjög illa. Nú þetta alltaf að pikka upp aftur og atvinnustigið hérna að lagast mjög hratt og fólk fær vinnu hér og það eru mikla framkvæmdir hérna líka og það allt á fleygiferð en til lengri tíma væri betra ef þetta gæti verið svona jafnari, við getum verið með eggin í fleiri körfum eins og svo maður notur nú svona klísju sko. Og hvað þarf að gerast til þess? Við getum ekki fækka störfunum og flugvöllurum en ef við ætlum að minnka hlutfallið þá þurfum við að fjölga íbúum enn meira. Þannig að flugvöllurinn vegi vikti minna inn í heildinni. Og þá erum við að reyna og erum að skapa það fullt af skemmtilegum atvinnuverkefnum í undirbúningi og gangi núna, komið mislangt. Þannig að við erum að vinna í þessu og kannski nefna bara þessi tengist á flugvöllurinn sem þetta nærsvæði flugvallarins sem við erum að skipuleggja með Suðurnesjabæ og Ísafja og Kateko og þar verða fjöldi alveg splunkur nýrra atvinnutækifæra í framtíðinni fyrir unga fólki okkar. Þannig að þetta tengist áfram flugvöllinum, þessar framtíða pælingar þróunarfélagsins Kateko. Já, það eins og bara annars staðar víða erlendis. Þú sér þetta í nágrennu flugvalla eru fullt af starfsemi sem tengist honum beint eða óbeint, en svo líka alls konar önnur starfsemi og hér búum við vel að því leytinu að það mikið á óskipulögðu og óbyggðu landi nærri alþjóðaflugvelli og það fullt af fólki sem sér tækifæri í því. Ekki endilega í farþegaflugi, heldur líka bara í fraktflugi og öðrum tækifærum. Við getum ekki sleppt í okkar samtali náttúrulega að minnast aðeins á stóriðju í Helguvík. Þetta búið að vera stóra mál, minna kannski núna síðustu 2-3 ár, falli í skuggan af COVID og eldgosi og fleiru. Akkurat. Hvað svona, það ekki mikill svona hugur í bæjarstjórn, meirihluta bæjarstjórnar að eitthvað sem tengir stóriðju? Nei, ef ekki að segja að menn hafi bara ákveðið að snúa frá af þeirri braut, en það kannski svolítið gamli tíminn sko. Og nú bara verið önnur sjónarmið uppi og nú vilja menn fara í aðrar áttir með þetta. Nú, við vitum öll þessa hörmungasögum í United Silicon sem nú heitir Stakksberg, sú verksmiðja til sölu. Thorsil verður ekki, önnur kísilmálverksmiðja sem var verið undirbúa. Norðurál Helguvík, dótturfyrirtæki Norðuráls móðurfélagsins gjaldþrota, þannig að Kerskálarnir sem þó búið að reisa þarna að hluta til til sölu, í höndum skiptaráðenda sem að reyna að koma þeim út. Það eru margir áhugasamir aðilar það og spennandi hlutir mögulega að koma þar. Og svo finnum við fyrir auknum áhuga bara á lóðum í Helguvík og starfseminni þar og það geti margt ef allt gengir nú eftir sem að gerist náttúrulega aldrei, en það eru margir spennandi hlutir sem að ég trúi að við höfum eftir að sjá þar á næstu 10-15 árum. Fjölmenningarsamfélag, þið hafið gefið ykkur út fyrir það, enda fjórði hver íbúi útlendingur. Já. 50 Eða af erlendu bergi. Já. Og sem sagt, og hvernig hefur það gengið? Hvernig gengur það? Það gengur bara vel, verð ég að segja, sko. Auðvitað það misjafnt og sumir að koma hérna til þess að vera hér bara í eitt sumar eða eitt ári eitthvað svona og svo setjast menn að og aðlaga samfélaginu og börn fara í skóla og allt þetta. Heilt yfir gengur þetta bara mjög vel. Þetta yfir 90 þjóðerni í Reykjanesbæ. Langstærsti hlutin samt frá einu og sama landinu, Póllandi. Og það yfir 30 tungumál töluð í skólakerfinu hjá okkur. Og það reynir rosalega á starfsfólk. Ég meina að vera með svona mörg tungumál, marga menningar heima, það svo margt sem að þarf að hafa í huga þegar þú ert að vinna með slíkt umhverfi. Ertu ánægður með svona þátttöku útlendingana, þessa fólk sem að koma hérna að vinna í samfélaginu? Mætti vera meiri? Já, mætti vera meiri. Við sjáum samt svona hægt og bítandi að þetta að færast í rétta átt. Börn að meira að taka þátt í skipulögðu íþrótt- og tómstundastarfi. Við erum í átaki, byrjum á því fyrra sem heitir Allir með, sem meðal annars til þess að ná til þessa hóps. Og við höfum verið að bæta í hvatagreiðslur og styrki og svona reyna að ná þeim inn í því að þar læra þau líka tungumáli hratt og vel.
með því að vera innan önnur börn. Kjartan, við erum hérna við Stapaskóla í Innri-Njarðvík í svona, hvað getur þú sagt? Þetta svona búið að vera það hverfi sem hefur vaxið svona hvað mest í Reykjanesbæ. Gríðarlega mikið byggt og mikið af íbúum og hér dýrasta framkvæmd ykkar í Reykjanesbæ, bara nánast sögunar, bara í sögunni. Þetta verður það þegar skólinn búinn, þá þetta stærsta einstaka framkvæmd sem Reykjanesbær hefur lagt í og ég held að forverar hans líka, Keflavík og Njarðvík og Hafnir, já. Þannig að þið í bæjarstjórninni, þú sem bæjarstjóri og bæjarstjórnin, þið hafið lagt áherslu á sterkt skólastarf. Já. Og ykkur hefur tekist vel í því. Já, sko, þessi skóli alveg sérstakur. Hann hannaður út frá hugmyndafræðinni sem að starfsemin innan hans tekur mið af og þetta ekki eins og stundum gert, þá bara byggður skóli og sett inn í það eitthvað starf og meðan sagt þetta húsið sem þið fáið til afnota, gjörið svo vel og gerið eins gott úr og svo hægt Hérna þetta öfugt, hérna var hugmyndafræðin ákveðin áður og húsið svo hannað utan það og hefur vakið mikla athygli. Þetta gríðarlega vel heppnað og flott mannverki. Ertu ánægð með hvernig við tekist til hérna í Innri-Njarðvík? Það ekkert, svona fyrir 15, kannski max 20 árum síðan, þá var þetta eiginlega svolítið bara svona sveitin á Suðurnesjum í Reykjanesbæ. Akkurat, en svo var bara veðjað á þetta sem mesta eða næsta uppbyggingarsvæði sveitarfélagsins og það hefur heppnast mjög vel. Hér eru byggingakranar allt, ekki bara við skólann, hérna byggja 100 íbúða. Það alltaf fleygiferð hérna. Það flytur hingað nýtt fólk bara næstum því daglega inn í þetta hverfi. Það mikið af fjölbýlishúsum hérna líka og það hentar ungu fólki, byrja svona í minni íbúðum. Þetta blönduð byggð, það eru líka einbýlishús og sumar stærstu og glæsilegustu húsum Reykjanesbæjar eru hér í þessu hverfi líka, þannig að þetta svona öll fóran. Við ströndina. Við sjáum síðan og fá færri en vilja þessar lóðir, sko. Og svo erum við að halda áfram hérna með Dalshverfi 3 hérna austur fyrir og þær lóðir, það fengur færri en vildu þar. Mikil eftirspurn. Já, þannig að þetta hefur gengið vel og ég vona að fólki líði vel. Þá hlýtur náttúrulega bara, við endum kannski á spurningunni. Langaði að vera áfram bæjarstjóri í Reykjanesbæ? Við erum búin að hugsa þetta á hjónin, sko, og svarið við því já. Við erum til í þetta áfram. Þetta búið að vera oftar skemmtilegt en ekki. Og já, ef það býðst, það náttúrulega nýrrar bæjarstjórnar að ákveða það eða hafa það að segja, hvort hún gæri sig það að hafa mig eða einhvern annan í því. En ef eftir því verður leitað, þá ég til í það og við bæði því að hún með mér í þessu. Togarinn Hrafn Sveinbjarnarson úr Grindavík kom nýlega úr Medtour. Okkar maður í Grindavík tók á móti skipinu og fylgdist með löndun. Frystitogurinn Hrafn Sveinbjarnarson frá Grindavík sem í eigu Þorbjarnar hf. Kom í land mánudaginn 4. apríl eftir 35 daga veiðiferð og þótt gengið hafi á ýmsu vegna COVID og veðurósa þá var til nýtt aflamett og því geta áhafnar meðlimir látið sér hlakka til gómsætrar köku í upphafi næstu veiðiferðar en hefði fyrir því að útgerðin færi áhöfn tertu þegar metin slegið. Það eru venjulega þessar fréttir sem vekja mesta athygli en minni gaumur gefinn af því sem þarf að fylgja í kjölfarið, til dæmis að landa aflanum. Þess vegna var ákveðið að setja kastljósið á löndunargengið, nánar tiltekið starfsmenn Klafa löndunarþjónustu e.h.f. Elvar Hreinsson, framkvæmdastjóri og einn stofnanda Klafa, fór yfir sögu fyrirtækisins, rakti ferlið í löndunum og hvað framundan. Ég var bara ráðinn sem verkstjóri hjá Þorbirni yfir þessu löndunardeild þeirra. Og sáum við bara fljótlega að þetta gekk ekki upp, það var ekki nógu mikið að gera til þess að vera með sérdeild í löndunum og fórum að reyna að finna eitthvað meira að gera. Kom vísir inn í þetta og þeir voru með sína löndunardeild líka, svolítið er það sama hjá þeim að þetta var ekki að gera sig. Þannig að við stofnuðum Klafa og fórum að reyna að fá fleiri viðskiptamenn. Þannig að Gjögur kom inn í þetta og
nesfiskur. Þannig að út frá því var stofnaði Klafar. Og hvað, þetta náttúrulega flesta landanir fara fram hér í Grindavík, ekki rétt, en hvað, þið farið bara hvert á land sem er? Já, við förum bara, löndum í, til dæmis fyrir nesfisk, þá löndum við í Keflavík og Sandgerði og svo, já, við förum í Hafnarfjörð ef þannig er og Þorlákshöfn. Við bara förum allt ef við þurfum. Við höfum verið í, til dæmis síðasta haust, þá vorum við á Siglufirði landa og þannig að við förum í það. Það er náttúrulega byrjað á því að setja þetta á bretti hérna niður í lest. Við reynum að flokka, ef það er stór númer í skipinu, þá reynum við að flokka þau niðri, þannig að þá getur þau bretti farið bara beint í plöstun og jafnframt þá í keislu eða í gáma. En það sem er, hjá okkur er þetta mörg númer í skipunum, að þá fer svona 70% af aflánum hérna inn í tjald til okkar sem er flokkað. Og þá náttúrulega þarf að taka hvern einasta kassa af brettunum aftur og raða þeim eftir réttu númerum á bretti hérna inn í tjaldi. Og svo þegar komið fullt bretti þá er það sett í plöstun og sett á hérna brettamiðar og svo er þessu bara keyrt inn í Reykjavík eða sett í gáma hérna á bryggjunni. Og svo væntanlega heldur það áfram í erlendar hafnir. En síðan línulöndunin, það er allt annað. Hvernig er það ferli? Það er náttúrulega bara kör og meiri hlutin af aflanum fer upp í húsin. Það sem það er hjá Ísri eða Þorbirni eða bara hverjum sem er og restin fer á markað hérna. Já, við náttúrulega vonast þess að stækka og komið meiri kvóti og meira að gera og fleiri skip sem að kemja þetta. Það vantar að koma inn hérna meira aðkomum bátum hérna inn til Grindavíkur. Það vantar að koma bátum sem eru hérna fyrir auða fyrir utan að þeir komi hingað inn á landi. Þannig að þú hefur alveg möguleika á því að stækka talsveit við þig? Já, vonandi. Vonandi er náttúrulega eins og núna, nú er skerðing á kvóta og það bitnar töluvert á okkur, það náttúrulega minka fiskurinn sem við löndum. Það er svona mikið skerðing á kvóta, það segir ýmislegt sko. Orri Freyr Hjaltalín kom upprunalega til Grindavíkur til að spila fótbolta. Hann er eldri en 2 vetur í Löndunarbransanum og getur svo sannarlega borið viðurnefnið Norðan stálið eftir alvarlegt slys sem hann lenti í þegar hann vann hjá öðru löndunarfyrirtæki. Hann rifjaði slysið upp og sagði frá þessari erfiðisvinnu. Já, svona í mjög stuttu máli þá á datt fullt bretti af kössum ofan á mig, 800 eitthvað kíló og ég meðal annars 3 hryggbrotnaði og braut 7 rifbein ásamt einhverjum öðrum smávægilegum meiðslum. Og hvað, ertu alveg búinn að ná að jafna þig að fullu? Þú ert mættur aftur bara í Löndun? Já, svona maður jafna sig aldrei að fullu en ég er svona, þetta er alltaf þokast í rétta átt og ég er orðinn svona alveg slarkfær í þessu. En það er bara mjög einfalt. Þetta er sannkölluð erfiðisvinna, er það ekki? Hvað þurfa menn að hafa til brunns að bera til þess að geta höndla þessa vinnu? Þetta er náttúrulega mjög líkamlega erfið vinna, sérstaklega fyrir bak og hendur og svona fyrst og fremst myndi ég segja að menn þurftu að hafa harðan haus. Það er mjög auðvelt að vera þreyttur í svona vinnu en ef maður heldur hausnum vel gangandi og þá verður líkaminn miklu seinni að verða þreyttur. Þannig að ég myndi segja svona að það myndi fyrst og fremst snúast að halda hausnum í lagi. Já, og áttu ekki sögur að norðan? Jó, ég hafði nú ein skemmtileg saga þar sem einn klúbbur, ónefndur klúbbur, fekk að koma í fjáröflun. Þeir eru nú taldir vera mjög hraustir en sá sem endist lengst af þeim, hann fór heim í hádeginu og svona þeir sem voru stiðist, þeir endust í klukkutíma cirka bát og þetta eru svona menn sem eru að liftandi lóðum á hverjum degi. Þannig að okkur svona 70 kílómennunum fannst þetta frekar fyndið. En byrju, svona Löndun úr svona togara, þetta byrjar oft 6 á mótnana og er hve lengi svona jafnaði? Við svona reynum helst að fara ekki yfir 12 tímana. Þetta er svona
svona 12-13 tímar daga svona cirka bát og stundum aðeins lengur, stundum aðeins skemur. En svona togari er cirka bát 1,5 dagur og þeir eru það flestir hjá okkur, þannig að við reynum svona að taka megnið upp á degi 1 og tökum svo restina og klárum að ganga frá skipinu á degi 2. Eftir svona löndu þá eru menn væntanlega vel lúnir. Já, sko, þegar kassarnir eru búnir þá er samt alveg hellingur eftir. Við höfum eftir að setja niður umbúðir og taka kost og þrífa og hin og þessi önnur verkefni sem tilfalla. Þannig að þótt að kassarnir séu búnir þá er alltaf einhverju klukkutímar eftir í vinnu. Löndunin hefst eðlilega í lest skipsins og myndu eflaust sumir ekki beint hoppa hæð sín í loft upp þegar lestalóan er opnuð, að fara niður í -20 gráður og ráðast á fjallið. Ég fer bara í allt sem við beðum hvort sem er liftari hérna upp í tjaldi eða hérna niður lest. Ef þú svona mættir velja þér, hvað er best að fara í? Mér finnst allt gaman. Tíminn er fljótar að líða hérna niðri. Þannig að þá gengur þetta að sé maður hvað er að gerast og hvernig það er að klárast og svona. En er ekkert erfitt svona í byrjun löndunar þegar allt er eftir? Hvernig er fílingurinn að mæta hérna 6 á mótnana og allt eftir? Æ, þetta venst bara. Þetta er bara að vinna og maður bara klárar þetta. Maður hefur alltaf unnið akkur allt sitt líf og þá er þetta ekkert mál. Mér finnst bara gaman. Það sé ekki svona 10 stiga frost núna, en 20 svona þegar við erum að opna á mótnana. Það lækkar svo þegar við opna lúgan. Og er það ekki ansi kalt svona oft til þess að byrja með? Jú, það getur orðið ansi kalt og grípið í kinnarnar. Leið við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út bæjar- og héraðsfréttablað sem að dreift er frítt á netinu og í pappír líka öll Suðurnes. Við erum að skrifa nýjar fréttir alla daga á Víkurfréttavefinn og nýjar golffréttir á kylfingur.is. Ekki alls fyrir löngu síðan streymdu við tónleikum í Keflavíkur kirkju til styrktar Úkraínu. Fáum hér stutt hljóðbrot í lokin, en við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.